Tók á móti Þórsurum í Frostaskjólinn í kvöld og fyrsta stundarfjórðung leiksins gerðist ekki neitt. Og hér eru 16 mínútur liðnar og aðeins hætta í vítateig KR-inga. Og Daði Dervits átti þetta skot hér yfir á 19. mínútu. En það dró til tíðinda eftir 23 mínútna leik. Hér eru Þórsarar að sækja. Lárus Orri í baráttunni og boltinn berst síðan inn í teiginn. Hér er Guðmundur Benediktsson og Óskar Hrafn Þorvaldsson fellir hann eða hleypur á hann í teignum. Við skoðum þetta hér aftur. Þarna vildu Þórsarar fá vítaspyrnu og svei mér þá ef það er ekki rétt krafa. En vítaspyrnan varð engin. Egill Már Markússon dómari lét leikinn halda áfram og hér er Daði Dervits kominn inn teig Þórsara nokkru síðar en úr hornspyrnunni sem þarna kom varð ekkert. Og hér er Rúnar Kristinsson og þungsókn KR-inga. James Bett með skot í varnarvegginn. En ekki gekk rófan hjá KR-ingum. En þeir voru að hitna KR-ingar og farnir að taka meiri áhættu, sækja meira. Hér er Tryggvi Guðmundsson með boltan. Það er að koma honum fyrir. Og Heimir Possa. Og James Bett með þetta skot í þverslána. Og nú fóru hlutirnir að gerast. Hörkuskot. Aðeins hálfri mínútu síðar er hér Rúnar Kristinsson kominn upp hægra megin og sendir boltan fyrir og Heimir Possa skorar viðstöðulaust og glæsilega. Þessir tveir menn fremstir í KR-liðinu, Heimir Possa og Rúnar Kristinsson. Liðið í raun gjörbreytt. Einar Þór Danielsson satt til að mynda bekknum og kom ekkert inn á. Hilmar Björnsson á sínum stað á kantinum. En þessir fremstir. Og það var glatt í KR-stúkunni þegar þetta fyrsta mark leiksins var komið. KR-ingar hér aftur. Rúnar á þessa sendingu fram. Brotið hér á Hilmari. Og þetta er Dragan Vítorović sem fær gula spjaldið fyrir þetta brot réttilega. Og þá Tryggvi Guðmundsson inn fyrir. En ágætt útlaup hjá Ólafi Pétursinni og Þórsara Bjarga í horn. Og þeir héldu áfram að berjast Hilmar og Vítorović og hér fellur Hilmar. Margur hélt að nú fengi Vítorović rauðaspjaldið. En í stað þess gefur Egill Már Markússon Hilmari Björnssyni gula spjaldið fyrir leikaraskap og Hilmari hugnast þessi dómur Egils Más alls ekki. Þú séð þetta hér aftur en hér verður engin dómur lagður á það sem gerðist. Hér er Bjarni Sveinbjörnsson í lok fyrri hálfleiks en Kristján Finnbogason á úthlaupið. Og aftur Þórsarar. En hér er leikhlé og KR-ingar hafa yfir 1-0. Þórsarar komu mjög ákveðnir til seinni hálfleiksins og hér erum við á fyrstu mínútum hans. Lárus Orri Sigurðsson á þetta skot, rétt fram hjá markinu. Og áfram eru Þórsarar ákveðnir. Lárus Orri sendir tilbaka en slæm sending og Heimir Possa á aðeins of langa sendingu fram á Rúnar Kristinsson. Og Ólafur Pétursson markvörður hirðir boltan. Og sendir hann síðan í leik. Þarna fór gullið tækifæri í KR-ingum. En Heimir Possa vinnur boltan aftur og aftur á hann sendingu inn fyrir og aftur er Rúnar kominn inn fyrir og aftur er Ólafur aðeins á undan. En það má engum muna í þetta sinn. Og þá Þórsarar. Og hér færðust þeir allir í aukana. Guðmundur Benediktsson sendir fyrir. Og Birgir Þór með skalla en hann er framhjá. Það er reyndar Páll Gíslason nr. 2 sem að þennan skalla. Og hér er Þormóður. Fyrir KR og James Bett með þetta ágæta skot viðstöðulaust. Ólafur vel. James Bett bar af leikmönnum KR og reyndar af leikmönnum á vellinum í kvöld. Geysilega sterkur. Og sótti grimmt líka. Hér er Páll með skot rétt framhjá. Þá aukaspyrna hjá Þórsvörum. Guðmundur Benediktsson. Og spyrnan svo á fjarstöng. Og hér færi. En KR-ingar koma við vörnum.
Þórir Áskelsson á þessi sendingu fram. Og enn kemur boltinn fyrir en Kristján á þessi sendingu. Árni Sveinbjörnsson þarna númer 9, fremstur í sókninni fyrir liðið Þórsara. Og hér svo kominn Heimir Possa. Kemur boltanum fram hjá Ólafi en Þórsara hreinsa frá á línu. Og sókn KR-inga heldur þyngdist. Skallið að marki og varinn. Hér kemur svo skyndisókn hjá þeim KR-ingum. Heimir Possa og James Bett hér. Og sjáu hvað hann gerir þetta vel. Skorar glæsilegt mark og tryggir KR-ingum að segja sigur hér. Þegar eftir eru 10 til 15 mínútur leiknum, 15 mínútur líkast til. Fer hér inn í teiginn og skotið nákvæmt niðri alveg út við stöng. James Bett búinn að skjóta í þverslána og skora hér. Þórsarar reyna allt hvað þeir geta. En ekki gengur ofan hjá þeim. Og KR-ingar snúa vörn í sókn. Tryggvi á þessu sendingu. Heimir Possa, hann dreifir sig aftar. Heimir Guðjónsson hér. Og hann sendir til hægri á Hilmar Björnsson. Og Hilmar á hér laust skot sem á óskiljanlegan hátt fer úr fangi Ólafs og í markið. Og 3-0. Og þar með sigurinn endanlega tryggður. Sjáum þetta hér aftur. Glysalegt mark. Aðeins breytir stefnu af leikmanni Þórs þarna. Og hafi ekki verið kalt í klúkunni fyrir og þá var það þarna. Þórsarar gerðu nokkrar árangurslausar tilraunir til þess að minnka muninn. En þær fóru allar á sömu lund. Og hér James Bett enn og aftur og þetta fallega skot Ólafur Pétursson glæsilega. En eins og fyrr sagði runnu sóknir Þórsara sem eftir voru út í sandinn, líka þessi prýðilega sókn hér þar sem Ormar Örlygsson fer á kostun og fleiri. Og KR-ingar unnu 3-0 og eru komnir í 11. sinn í úrslit bikarkeppninnar. Þeir hafa unnið bikarinn 7 sinnum 1967 síðast en töpuðu bikarúrslitaleik 1991. Já, þetta var tiltölulega öruggur sigur. Við vissum áttum erfiðan leik fyrir höndum en það sem skapaðist í dag og tryggði þennan sigur jafn öruggan og var, það var góð barátta í liðinu og þegar baráttan til staðar þá kemur meiri fótbolti, meiri hreyfing á mannskapinn og við unnum öruggan sigur. Þið farið hægt af stað, 35 mínútur, þá gerist ekki neitt. Já, við vitum það í svona leikjum er mistök dýr og við vildum fara varlega á stað því að það er erfitt að leiðrétta mistök í bikar og þú færð ekki mörg tækifæri til þess og þess vegna farið varlega á stað. Við þreifuðum okkur svona inn í leikinn en svona þegar fór að líða á leikinn, hálfleikinn, þá sáum menn að við vorum með tökinn og töglinn og við náðum að skapa okkur ágætt færi áður en við reyndum að setja mjög gott mark þarna sem að setti kannski Þórsarar undir töluverða pressu. Þeir setti ykkur svo undir pressu í seinni hálfleik og þá tóku James Bett af skarið. Já, það var reyndar áttu við þarna færi í byrjun síðarháls sem við hugsanlega hefðum átt að klára og ná 2-0 en það sem að gerðist eiginlega það að við svona reynum að verja menn svona ósjálfrátt horfa frekar og það skapar hættu en við fengum góða sókn og Djassa sýndi úr hverju hann gerður og gerði mjög gott mark og reynslan fleytir þarna honum í gegnum mjög gott dæmi og hann kláraði þetta yfir að örugt. Mér fannst nú eiginlega bera af á vellinum gamli maðurinn í kvöld. Hann sko alls ekki döður úr öllum öðum. Nei, Djassa mjög góð knattspyrnumaður og í dag spilaði hann mjög vel og var liðinu mjög mikilvægur og hann hefur reyndað verið að spila virkilega vel í sumar og þó að það hafi ekki náð að stemma saman liði til meira árangur sem raun ber vitni. Annar leikmaður hefur kannski, sumar áliti verið að leita sér að hlutverki af því að James Bett hefur tekið sitt pláss á miðjunni í KR-liðinu í sumar, Rúnar Kristinsson, en hann á skínandi leik. Já, Rúnar, ég færði Rúnar og ég breytti töluvert mikið frá því sem ég verið að spila undanfarið. Setti Rúnar upp í senterinn og hann átti skínandi leik, spilaði vel, hann barðist af krafti, hann heldur bolta vel, hann mjög teknískur á leikinn og baráttan var til staðar hjá honum og hann átti mjög góðan dag. Þú gjörbyltir liðinu fyrir hennar leik, af hverju? Já, ég taldi mig vera kannski að koma Þórsarum til óvart. Þeir eru búin að elta okkur núna og fylgjast með hvernig við erum að spila undanfarið og mér fannst þetta hent okkur betur að spila svona á móti þeim og það gekk eftir, það heppnaðist fullkomlega. Og nú voru 90 mínútur eftir á Laugardalsvellinum.
Já, nú eru strembna 90 mínútur framöndan, skemmtilegur leikur, bikarúrslitaleikurinn er stærsta stundin hverju sinni, hverju sumri. Við erum komnir þangað og við ætlum okkur alla leið og við ætlum að vinna þennan blessaðan bikar. Og þá er bara bikarúrslitaleikurinn sjálfur eftir, en það verður ekki fleira frá okkur í kvöld. Við þökkum fyrir, verið þið sæl. Það var íslenskur mjólk.